Og áfram heldur föstudagsþátturinn. Til mín kominn ungur tónlistarmaður, ættaður frá Sauðárkróki, Hákon Magnús Hjaltalín. Velkomin. Takk. Þú ert með gítarinn þarna kláran og ætlar að taka fyrir okkur lagið í lok þáttar. Og ert að gefa út plötu. Já. Segðu mér aðeins, hvað kom til að þú gafst út plötu? Já, platan heitir Black Dogs. Ég búinn að vera að safna saman lögum svona yfir langan tíma og ég ákvað að taka þau saman og koma saman plötu. Já. Ég búinn að vera sjálfur að taka upp heima hjá mér. Já, og ekki nóg með það, heldur spilar öll hljóðfærin líka? Já, ég spila öll hljóðfærin og ég tek allt upp og gerir þetta allt saman. Leikur þetta allt í höndunum þér? Finnst þér ekkert flókið að hoppa á milli hljóðfæra? Jú, pínu, en ég náttúrulega búinn að gera þetta í svolítinn tíma, sko. Já. Þú hefur verið að læra á gítara en fyrst fiðlu, sagðirðu mér. Já. En svo spilarðu bara á píanóið og trommurnar og bassann líka? Já, ég lærði það meira og minna bara sjálfur. Black Dogs, þetta nafn ekki út í loftið. Þú ert búinn að vera að glíma við andleg veikindi. Já. Segðu okkur aðeins frá, þetta búið að vera svolítið löng saga, ekki? Já, jú. Ég náttúrulega greindur svona einhverfurófinu. Það reyndar stutt síðan en ég hef verið náttúrulega frá fæðingu. Þunglyndi hefur sennilega greinst þegar ég var svona cirka 12-13 ára, eitthvað svoleiðis. Já. Og kvíðaröskun náttúrulega líka. Já. Og þetta mikið álag á lítinn strák. Fékkstu þá svona einhverja meðferð og lyf og eitthvað til að hjálpa þér? Já, allt svoleiðis og ég hef mikla reynslu af heilbrigðiskerfinu og geðheilbrigðisbatteríinu. Hvernig var þetta á Sauðárkróki? Var ekki erfitt eða var þetta góð þjónusta þar? Það var náttúrulega sálfræðingur en til þess að fá geðlækni þá þurfti ég að keyra til Akureyrar, sko. Þannig ég gerði það alltaf bara eina milli. Og þér hefur tekist að halda vel á spöðunum og gefa út tónlist núna. Til hamingju með diskinn. Ekki útgáfu tónleikar bara? Jú, 8. maí. Og ég á Gauknum í Reykjavík. Já, þú ert fluttur suður. Já. Og ert þar í FIH. Já. Og FB, ekki satt? Jú, passar. Og ekkert mála að vera bara meðfram því að gefa út plötu? Já, það pínu nóg að gera, sko. Já. Hefurðu unnið þetta á nóttunni eða? Nei, ekki alveg. Nei, bara fundið þið tíma? Já. Akkurat. Og hvert stefnir þið svo? Áttu eftir mikið í FIH eða? Já, ég náttúrulega ætlaði að fara í stiggsnámi. Ég reyni bara hjá 2 einkakennurum í gítar og söng. Já. Og hérna, já. Áttu kannski einhver ár eftir í það eða hvað? Já. Ég held það. Ef ég ætlaði að taka stigsnám í gítarnu eða eitthvað svoleiðis þá held ég að ég eigi alveg nóg eftir í því. Já. En FB, hvað áttu mikið eftir þar? Ætli ég sé ekki rúmlega hálfnaður, eitthvað svoleiðis. Og sérðu fyrir þér bara tónlist í framhaldinu? Mér langar að gera það. Ég náttúrulega, það gengur alveg ágætlega hjá mér núna að fyrst þetta byrja vel, finnst mér. Frábært. Einhver ráð sem þú átt handa öðrum kannski 12 ára strákum sem að glíma við svona einhver veikindi? Bara ekki hlusta fólk sem er leiðindi við í skólanum. Það náttúrulega mjög stór þáttur í því, held ég, að börn sé að þróa með sér þunglyndi. Varstu fyrir einhverju aðkasti og einelti? Já, það kom fyrir. Og náttúrulega þetta getur allt snúist við þegar þú verður eldri. Já. Og kannski færð einhverja hjálp. Já. Fær hjálp frá aðilum, frá sálfræðingum og svona. Já. Mikilvægt kannski að nýta sér hana. Já. Og það hafði mikil áhrif fyrir þig. Já, það gerir það. Heyrðu, hvaða lag ætlarðu svo að spila fyrir okkur? Það heitir The Doctor, það er af plötunni. Já, The Doctor. Geturðu sagt okkur aðeins meira? Þetta hljómar eins og partur af svona einhverju upplifun? Já, það er náttúrulega svona sögurásin í plötunni er náttúrulega sjálfsvígstilraun og í rauninni er The Doctor svona þann staður í sögunni að þú ert komin inn á spítalann. Já, reyndir þú að svipta þig lífi? Ég hef gert það, já. Þetta er svona, já, svolítið þá upplifun. Já. Syngurðu það líka, þá tilraun eða? Já, það er eitt svona instrumentallag og svo er eitt lag sem heitir Black Night, það sem ég syng sem sagt, eftir á. Sem sagt í rauninni eftir að þú ert búinn að reyna það og eftir að þú ert komin inn á spítalann og
Þannig að þessi plata bara rosalega mikið alla þína upplifun af veikindunum. En mér finnst bara magna á hvaða stað þú ert komin núna og bara frábært þú skuli vera að vinna í gegnum þetta með plötunni. Já. Og ég hlakka bara til að fá að heyra lagið The Doctor og gangið svakalega vel og við minnum á útgáfu tónleikana á Gauknum. 8. maí. 8. maí. Og ertu ekki bara alltaf undir þínu nafni? Hákon? Jú, Hákon Hjaltalín. Hákon Hjaltalín. Og fólk kaupir sér með einhvers staðar vantilega? Það enda frítt inn. Það frítt inn? En við verðum með plötusölu þarna. Já. Svona. Þannig að fólk getur keypt diskinn. Ertu líka með vínyl eða? Ég gerði 15 vínylplötur bara svona eiginlega bara pínu til að leika mér með það sko. Ég ekki að gefa það út nefnilega. Nei, þú bara svona átt þær fyrir þig. Já, ég reyni að gef kannski vinum og svona. Áritaðar. Já. Þakka þér bara kærlega fyrir að koma í þáttinn. Hákon Hjaltalín, gangið þið vel á tónleikunum og alla framtíð. Og þannig ætlum við að enda þennan þátt. Hákon Hjaltalín ætlar að spila fyrir okkur lagið The Doctor. Takk kærlega fyrir að horfa. Gleðilega páska. Sjáumst að viku liðinni. Hello and welcome. Won't you please sit down? The doctor's with you today, 'cause the doctor's in town. Grab a paper, read a magazine. Join the queue with all the people that see. We never see him, we never hear him, but we all work for him. Doctor's orders, you need to take more pills. He's getting ready now, so won't you please sit still? Take a second, take a couple more. In a closed-up waiting room until he opens the door. We never see him, we never hear him, but we all work for him. Doctor's orders, you need to take more pills. He's getting ready now, so won't you please sit still? Take a second, take a couple more. In a close-up waiting room until he opens the door. You never see him,